öll blessuð og Guð veri með ykkur hvar svo sem þið eruð í sveit sett. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin í kirkjun okkar fallegu hér á Möðruvöllum í Hörgárdal og til þessarar helgistundar. Hún mótast mjög af því að nú fer í hönd samkirkjuleg, alþjóðleg bænavika. Og við hefjum þessa góðu stund með því að við signum okkur og við segjum í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Miskunnsami Guð, í kærleika þínum kraftur til umbreytingar. Leyfðu okkur að komast að raunum að þú getur látið gleði vaxa upp úr sorginni, frið og sátt verða milli þeirra sem deila, örugt traust fæðast í vonleysinu og fyrirgefningu í sektinni. Gef okkur styrk trúarinnar að við treystum því að líf okkar beri ávöxt. Þess biðjum við í nafni Jesú Krists sem vitjar barna sinna. Amen. Ég ætla að lesa fyrir okkur Guðspjallstexta dagsins en hann úr Mattheus og Guðspjalli, 9. kafla. Þá Jesús hélt þaðan fóru 2 blindir menn eftir honum og kölluðu: Miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Þegar hann kom heim, gengu blindumennirnir til hans. Jesús spyr þá: Trúið þið að ég geti gert þetta? Og þeir sögðu: Já, drottinn. Þá snart hann augu þeirra og mælti: Verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði: Gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Amen.
Ásýn með ykkur og friður frá Guði föður okkar og drottni Jesú Kristi. Sagt að sorgin og gleðin séu systur, en það þarf meistara gleðinnar til að svo megi verða. Félagar úr kór Möðruvallaklausturskirkju söng hér í upphafi nokkur stef úr Davíðssálmum, sem var bænabók Jesú, meistara gleðinnar, sett í íslenskan sálmabúning af Helga Hálfdánarsyni. Ég ætla að hugleiða bænina með ykkur eða samband okkar við Guð. Óhjákvæmilega hefur það að geyma báðar þessar tilfinningar, angur og gleði, eins og þessi sálmur. Reyndar ætti allt litróf tilfinningana að birtast í bænalífi okkar. Mér finnst ástæða til að ræða bænina vegna þess að í næstu viku er þessi alþjóða bænavika. Þá hafa kristnar kirkjur sameinast í meir en 100 ár til að biðja einingu kirkjunar og frið. Það er alheimsráð kirkna og kaþólska kirkjan sem undirbúa efnið á einhverjum ákveðnum stað sem svo sent út alla heimsbyggðina. Og í ár kemur efnið frá systrasamfélaginu í Grand Cap í Sviss. Efni bænavikunar nú er byggt á orðum Jesú í Jóhannesarguðspjalli. Verið stöðug í elsku minni og þið munu bera mikinn ávöxt. Það endurspeglar köllun systrasamfélagsins í Grand Cap í Sviss til bænar, sáttagjörðar og einingar kirkjunar og mannkyns alls. Systrasamfélagi Grand Cap var til á 4. áratug síðustu aldar þegar hópur kvenna úr reformörtu kirkjunni í frönskum mælandi Sviss endur uppgötvaði mikilvægi kyrrðar í samfélaginu við Guð. Þær hófu að safna saman til kyrrðardvalar, til að næra trúarlíf sitt, innblásnar af dæmi Krist sem iðulega vék burt í óbyggðan stað til að biðjast fyrir í einrúmi. Konurnar fengu inni á sveitasetri og vett fjölskyldunar í Grand Cap við austurenda Genfarvatns. Til að byrja með var hópurinn ekki stór, en í dag tilheyra 50 systur á öllum aldri og með fjölbreyttan bakgrunn samfélaginu. Það bjóða alla gesti velkomna, óháð kyni og trúarafstöðu. Og hægt að dvelja hjá þeim lengri eða skemmri tíma, taka þátt í vinnu þeirra og trúariðkun. Grundvöllur systrasamfélagsins er þríþætt. Það er bænalíf, líf í samfélagi og gestrisni. Undirbúningsnefndin hér á Íslandi hefur Facebook-síðu þar sem 8 daga bænirnar eru birtar dag frá degi. Svo þeir sem vilja taka þátt í bæn geta gert það og nú senda út stundir frá kirkjudeildunum á Íslandi í stað samkoma sem hafa verið áður. Þær verða birtar á þessari síðu og vefsíðum og samskiptamiðlum kirknanna. Ég vil hvetja alla til að gefa sér tíma til þess að taka þátt. Það er fyrsta skrefið í bænalífi að gefa sér tíma, eða eigum að segja að gefa Guði tíma. Þó að við verðum ein á bæn hvert fyrir sig að þessu sinni, þá erum við með kirkjunni allan heim á bæn einingu og frið. Ég ætla hér á eftir að hugleiða með ykkur bænina til að undirbúa okkur. Guðspjall dagsins er ein af mörgum frásögnum af samskiptum Jesú við samferðafólk sitt. Það voru 2 blindir menn sem leituðu til Jesú, meira að segja alla leiðina heim til hans. Þeir báðu hann með fornum bænarorðum: miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Þannig hefur svo kirkjan nálgast Guð í gegnum aldirnar. Við sönglum miskunnabænina í hverri messu: Drottinn, miskunna þú oss. Og kórinn söng hér áðan: þín miskunn og Guð sem himinin há. Ef Guð er okkur sannleikurinn, ljósið eilífa, heilagur Guð sem hefur gert allt, heldur uppi allri tilverunni, alheimi og minnstu eindum, þá er hver andardráttur sem við tökum frá honum,
hver hjartasláttur náð hans, þá ætti það að vekja okkur ugg og ótta að nálgast hann. Það er mannlegt. Það er hugsunin í þessum sálmi af Davíðs munni. Þessir menn ávörpuðu Jesú son Davíðs, líklega vegna þess að þeir þekktu þessa sálma og tóku þátt í helgihaldi helgidómsins og samkundum gyðinga. Jesús spyr þá: trúið þið að ég geti svarað bæn ykkar? Og þeir játa. Það er bæna afstaðan til Jesú, að treysta á hann. Leið og við biðjum, hversu fátækleg sem okkur kann að finnast bænin, þá treystum við Guði. Það er ekki spurning styrk bænarinnar eða trúarinnar, heldur að við hlýðum orðum hans. Þar er tengingin komin á. Nú virkar bænin ekki eins og sjálfsali. Það er ekki bara ít á takka og þá fær maður það sem maður vill. Jesús kenndi okkur að biðja Guð: verði þinn vilji. Þeir sem þekkja frásagnir Guðspjallana muna eflaust eftir því að Jesús bað þeirrar bænar í Getsemane nóttina sem hann var handtekinn: verði þinn vilji. Þessar frásagnir verða aðeins skiljanlegar þegar við nálgumst þær í bæn. Í Davíðssálmum fer meira fyrir angursálmum en lofgjörðinni til að byrja með, en þeir enda í lof og þakkargjörð með trumbuslættu og gleðisöngvum. Þannig vill Guð að líf okkar sé. Þó að sumum finnist það ótrúlegt, þá hefur hann talað þannig. En hvernig tengjumst við Guði í raun? Það er sérstaklega áhugavert spurning eins og nú stendur á. Getur Guð hjálpað okkur eitthvað? Er eitthvað gagn í því að biðja? Og nú skulum við horfast í augu við raunveruleika okkar. Það sem hefur verið kallað fordæmalaust og er svo illt að sumir forðast að nefna á nafn. Það vill nefnilega þannig til að bænin hefur tvær hliðar, önnur snýr að Guði og hin að raunveruleikanum, neyðinni, sorginni, erfiðleikunum. Biðjandi maður ákallar Guð í neyð sinni. Þess vegna er bænin bæði angur og gleði. Bænin tengir okkur Guði en leið raunveruleika okkar, þannig að við finnum til með samferðafólki okkar og fjöllunum, eins og sálmaskáldið, náttúrunni. Við höfum séð hvernig samstæða þjóðarinnar hefur virkað og gefið góða raun. Fólk ber umhyggju fyrir hvert öðru og þeim sem eru í áhættuhópum svo að maður kemst við. Við hugsum til heilbrigðs starfsfólks með aðdáun og með fyrirbæni huga. Og þekking okkar í dag nær svo langt, en mér finnst athyglisvert að þríeykið hefur ítrekað hvatt fólk til umhyggju og kærleika hvert fyrir öðru. Og þar er leynist svarið við spurningum minni. Jesús hafði orð á þessu líka og kendi tvöfalda kærleiksbúðið: að elska Guð og náungan eins og sjálfan sig og biðja jafnvel fyrir óvinum okkar. Það þýðir að við eigum að biðja fyrir öllum mönnum. Kannski ekki hvert og eitt, þá gerðum við lítið annað. En vera með okkar bænalista. Og hvað gerist þá? Við tengjumst fólkinu sem við biðjum fyrir og förum að elska eins og Guð. En þú ættir að passa þig á þessu því að þú gætir fara að gera eitthvað sem kærleikurinn knýr þig til, eins og systurnar í Granka sem gengu í systrasamfélagið. En þær eru glaðar með hlutskipti sitt í bæn og þjónustu. Jesús notaði orðið agape að elska. Það er á grísku í Nýja testamentinu og notað kærleika Guðs. Ætli hann sé eitthvað öðruvísi en kærleikurinn almennt. Guð er kærleikur sem gerir mannlega umhyggju, ást og vináttu að því sem Guð hafði hugsað sér í upphafi. Ef kærleikur Guðs er nú tilgangur okkar, það æðsta og fremsta sem við eigum að stefna að og vinna fyrir, þá sjáum við tilveruna okkar í nýju ljósi. Kærleiki Guðs er örlætið sem gefur af sér
eins og Jesús gaf líf sitt fyrir okkur. Guð þarf þess ekki með að við elskum hann, en vegna þess að hann kærleikurinn skapar hann tilveru okkar og gefur okkur hjarta sem getur ákallað hann og leitað hans. Þegar dýpst er skoðað það þá þrá hvers manns að tengjast Guði skapara sínum. Hann gefur okkur líkamann til að nota hann í sköpun hans til góðs. Hann gefur okkur huga sem við eigum að beita með bestu ráðum og þekkingu til að gera tilveruna betri. Guð er gæskan, góðvildin sem tilveru okkar snýst Þeirri góðvild getur þú tengst í gegnum Jesú með bæn. Hef ég þá ekki sagt eitthvað það sem Guð getur gert fyrir okkur? Guð, kærleikurinn sjálfur, sem vill leiða okkur til lífsins góða. Dýr sé Guði. Amen. Þú hefur skapað hvert og eitt okkar í þinni mynd og líkingu. Við færum þér lof fyrir gjöf fjölbreyttrar menningar, trúarjátningar, hefða og þjóðernis. Gef okkur hugrekki til að sporna við ranglæti og hatri sem byggir á kynþætti, þjóðfélagsstöðu, kynvitund, trúarbrögðum eða ótta við þau sem eru ólík okkur. Guð friðarins, Guð kærleikans, í þér er von okkar. Miskunnsami Guð, í Kristi sýnir þú okkur að við erum eitt í þér. Kenn okkur að nota þá gjöf í daglegu lífi svo að trúað fólk allra trúahöfða í hverju landi fái hlustað hvert á annað og lifað í friði. Guð friðarins, Guð kærleikans, í þér er von okkar. Jesús, þú komst inn í heiminn og þú áttir fulla hlutdeild í mennsku okkar. Þú þekkir erfiðleika lífsins sem fólk þjáist af á svo marga vegu. Mætti andi samúðar hreyfa við okkur svo að við gefum þeim sem eru í neyð af tíma okkar, lífi og gæðum. Guð friðarins, Guð kærleikans, í þér er von okkar. Heilagur andi, þú heyrir ángistar óp sköpunar þinnar, sem í sárum og hróp þeirra sem nú þegar þjást vegna loftslagsbreytinga. Leið okkur í átt að breyttri hegðun. Mættum við læra að lifa í sátt og samlyndi sem hluti af sköpunarverki þínu. Guð friðarins, Guð kærleikans, í þér er von okkar. Við erum kölluð til að miðla lækningu Guðs
og ást sem færir sátt. Sú þjónusta ber ekki ávöxt nema við séum stöðug í Guði eins og greinar vínviðarins sanna sem er Jesús Kristur. Þegar við færumst nær Guði, færumst við einnig nær hvert öðru. Sjáum fyrir okkur hring sem teiknaður hefur verið á gólfið. Þessi hringur táknar heiminn. Í miðju hringsins logar af lifandi ljósi, miðjan táknar Guð. Við erum öll í útjaðri hringsins og við förum okkar eigin leiðir til að nálgast miðjuna. Þegar við göngum nær miðjunni, kjarnanum sem er Guð, þá færumst við einnig nær hvert öðru. Og því nær sem við færumst hvert öðru, færumst við einnig nær Guði. Nú skulum við sjá fyrir okkur að við höfum öll nálgast Guð svo að við getum tendrað okkar trúarljós af eilífu ljósi Guðs. Þar sem við stöndum þarna, þétt saman, gerum við bæn okkar og snúum síðan við, hvert með okkar ljós til að bera það áfram til heimsins. Og nú tendrum við öll þessi ljós í sameiningu og við biðjum bænina sem Drottinn kenndi og við biðjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Tökum til okkar daglega hvatningu systrana í Grand Cap samfélaginu. Biðjum og vinnum að verki Guðs á jörðu. Látum orð Guðs blása lífi í annir og hvíld daglegs lífs. Varvitum innri kyrrð í öllum hlutum, að við megum vera stöðug í Kristi. Fyllumst anda sæluboðanana, gleði, einfaldleika, visku. Guð vonarinnar fylli ykkur öll fögnuð og friði í trúnni sem þið eru auðguð að vonin í krafti heilags anda. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Amen.